að fara aðeins yfir hringrás og hann Jón Friðrik Jóhannsson, deildarstjóri hjá aðgerðasviði SHS. Hann ætlar að segja okkur frá einum af brununum sem hafa orðið þarna og vorandi kannski svona, getum við í framhaldinu spurt hann kannski hina líka eða svona bara endilega fá svona gott yfirlit og pumpa hann svolítið þetta mál. Gjörðu svo vel. Já, takk. Já, Jón Friðrik heiti ég, eins og hún sagði, deildarstjóri hjá slökkviliðinu. Fékk þessa furðulegu fyrirspurn hérna fyrir nokkrum vikum eða nokkrum dögum að halda fyrirlestur bruna síðan 2011. Svona ægilega óstöðugan, Guðmundur Gunnarsson kom inn á það að það hefði lítið áhugaverðum brunum sem að hefðu sést frá Reykjavík, en þessi greinilega sást frá Reykjavík víða að. Og kannski áhugavert að ræða aðeins út frá því sem að mig langar að ræða þennan bruna út frá. Ég ætla ekki að fara í nákvæmlega hvernig við fórum að því að slökkva, hvað við vorum margir á staðnum eða þess háttar, heldur ræða þess út frá meðal annars froðunni sem að Guðmundur minntist á hérna áðan og áhættum ásættanlegum í sveitarfélögum. Og eins og þið sjáu þarna fyrir neðan þessa mynd, þetta er kynning sem var búin til bara fljótlega eftir hringrásarbrunann og þið sjáu hérna það sem stendur hérna fyrir neðan þessa mynd, borgaryfirvöld líta bruna sem var í endurvinnslustöð hringrásar nótt alvarlegum augum. Þetta er 2011. En við vorum að rifja það upp við Guðmundur hérna áðan, það er líklega 7. brunni sem var til þess að borgarráð tók ákvörðun að segja leigusamningnum upp, sem að virtist ekki hafa verið til, en fann svo einhver leigusamningur og ekki þinglýstur og það er alls konar mál þar í kring í dag. En ljóst er að allavega vilji borgaryfirvalda í dag er að losna við þessa starfsemi úr sínu, eða af þessum stað. Og hafa jafnframt talað að það verði erfitt að finna þessari starfsemi nýjan stað. Þetta er annar af tveimur stórum áhættum í okkar sveitarfélagi þar sem að við vitum að ef að kviknar í að við þurfum að nota mikið af froðu. Og eins og Guðmundur kom inn á áðan að þá er froðu umræðan, sérstaklega þó í Svíþjóð, komin á það stig að þetta sé verra heldur en klór liggur við. Það er að segja sem skaði fyrir jarðveg og fyrir umhverfi. Það er eins og ég sagði áðan, þetta var mjög sýnilegur brunni, mikill reykur, leiðinda reykur sem kom og steig upp frá þessum eldi. Heppnir enn og aftur með vindátt, reykur stóð út á sjó, en ekki upp á dvalarheimili aldraða sem var þarna í einhverjum nokkur hundruð metra fjarlægð frá, sem hefði breytt mikið vinnunni í kringu þennan bruna. Það er að segja kannski fyrir aðra en slökkviliðsmenn vegna þess að þarna hefði við þurft að ræsa út mikinn mannskap í kringum almannavarnir sem hefði þurft að fara í það að rýma stór svæði í borginni. Og inn á því svæði, ef að til dæmis DAS hefði lent þar inn í, að þá mikið magn af fullorðnu fólki sem að kannski nær ekki mikið að hjálpa sér sjálft og það hefði þurft að flytja í burtu. Hringrás hefur valdið okkur nokkur vandræðum í gegnum árin. Eins og Örvar minntist á við mig hérna í kaffilíðan áðan, hvort ég ætlaði ekki að fara yfir allar eldvarnaskoðanirnar sem hafa verið framkvæmdar þarna í gegnum árin. En allavega frá 2004 var gert mikið átak í að fylgja eftir kröfum sem við settum á þá bættar eldvarnir og að þeir væru að fara eftir því hvað þeir væru að geyma mikið magn á svæðinu eða hvað þeir væru með mikið magn í vinnslu hverju sinni á svæðinu.
Og ég held ég megi segja svona lauslega áætlað, þá var svona kringum 75–80% af þeim skoðunum sem fóru fram, þá kom í ljós að magnið var of mikið. Og þeir voru meðal hans ámyndir og það var komið í ferli að sem sagt einhverja sektir á þá. Alltaf náðu þeir að redda sér, minnka magnið í snarhasti og næst þegar við komum, þegar einhver frestu var runnin út og þá var allt komið í lag. En þetta var að elta skottið á sjálfur sig. Við vorum alltaf í svona hring að elta þá og skamma þá fyrir að vera með of mikið magn. Það virtist alltaf standa þannig á skipaferðum að það safnaði svona mikið upp. Og þetta semst bara eitt af vandamálum líka við þetta svæði. Það virðist bara vera of lítið fyrir þessa starfsemi. Þessi rekaðar, þeir hafa ekki alltaf verið sammála okkur í því en allavega tölfræðin sýnir okkur það. Við sjáum hérna aðeins smá yfirlitsmynd af því hvar við vorum að ná okkur í vatn meðal annars, eða sjó. Og að því við þurftum að nota töluvert af vatni og sjó til þess að dæla þennan eld, ásamt og froðu. Það var svolítið áhugavert í raun og veru að í fyrri brunanum 2004 þá vorum við svo heppnir að varðskipi Veteran mannskap var hérna í Höfn og við náðum að nota brunadælunar í hlýtt til þess að dæla þarna sjó upp til okkar og það var aldrei neitt problem með vatn þó við værum að nota vatn eða sjó, segir, þó við værum að nota nokkra milljónir lítra af hvort tveggja. Hvar á þessu mynd var eldurinn hans? Hann hérna í þessum haug. Þetta er ekki haugurinn eins og hann leit út þá. Hérna sjáum við að grafa í nýjum haugnum og þetta er nokkuð bítillinn. En þetta svæði hérna var alveg pakkað. Og eins og statistíkina Guðmundar segir til ég hafa aldrei komist niðurstaða í eldsupptök annað en það myndi falla í óljósa reytingshæðir en mikill grunur íkveikju. Já, fyrst stóri bruninn, þá var verið að tala einhver hræðslutæki. Já. Í óbyggðu húsi. Í óbyggðu húsi sem var hérna. Hvað óbyggt hús? Það hús sem ekki tryggt. Það var ekki byggingarlegi fyrir. Það var ekki byggingarlegi fyrir og þess vegna lentum við til dæmis í miklu ströggli í sambandi við það að fá afleiddan kostnað sem við urðum fyrir borgaðan af tryggingafélögunum vegna þess að það var engin fasteign sem var hægt að hengja tjónið á. Þannig að við lentum í miklu vandræðum með það. Þess að þið sjáum bara, ég ætla að sýna ykkur þessar myndir aðalega og tala í kringu þær. Þetta sem við erum að tala hérna, það er bara hvernig hverjir voru stjórnendur og staðnum og annað. Fara aðeins betur í hérna líka, hérna erum við komin með yfirlitsmynd nær. Við vorum hérna upp á, ég man nú aldrei hvað þessi vegur hittir hérna. Hvort þetta er Köllunarkletts vegur hérna. Nei, hann þarna. Notum hanan, allavega bruna hana hérna á horninu, mjög öflugan til þess að fæða og annan hérna til þess að fæða görfubílinn okkar hérna, annan eitt dælubílinn og lausan fróðustút sem við fengum lánaðan frá hérna olíudreifingu til þess að sprauta yfir hauginn ofanfrá. Annars vorum við mest að vinna þetta hérna innan úr portinu. Ásamt því að alveg eins og þegar að stóri brunni varð að þá var miklu meira svæðið undir og við vorum að nota krabbana frá svæðinu til þess að losa úr haugnum og draga óbrunnin dekk frá. Hérna sjáum við það sem ég var að tala við erum að vinna hérna ofanfrá og síðan mikið neðanfrá líka. Hvað var aðalega í þessum haug sem að brann? Var það dekk? Já. 2011. 2011, já.
2004 var aftur á móti, það má eiginlega segja að það hafi verið allt undir það. Það var dekk og járn sem á ekki geta brunnið. Það brann samt. Vegna þess að það voru svona gamla þvottavélar og dótari sem var með einangrun og vírum og dóti sem gat brunnið. Nú, aðeins til þess að fara yfir hverjir komu að þessum bruna og hvað svona brunar kalla á hjá okkur. Þá förum við fljótlega þegar við áttum okkur á því að aðalbruna þarna í raun og veru í olíu, það er að segja í dekkjum. Þá förum við að hugsa froðu. Hvar náum við í froðu? Jú, við eigum einhverja birgðir af froðu, erum með þetta alla jafna 5.000 lítra sem við eigum sjálfur af froðu. Síðan erum við í góðu samstarfi við olíudreifingu. Við vitum að þeir eiga alltaf eitthvað af froðu fyrir Örfirisey og þannig að við setjum okkur strax í samband með þá upp á að fá lánaða hjá þeim froðu og mónitóra og óskuðum eftir dráttarmáttum magna inn í höfn til þess að hjálpa okkur við dælingu á sjó og sendibíll pantaði til að koma froðunni til okkar og samtals fengum við 10 tonn af froð á staðinn. Við óskuðum eftir að Isavia í Reykjavík aðstoða okkur, það er Reykjavíkurflugvöllur með sína flugvallabíla og þá froðu sem þeir voru með á, eiga og eru með á sínum bílum. Og já, það þarf að huga að ýmsu. Fengum olíudreifingu til að senda okkur olíubíl, fylla á tæki SOS, þetta er svona bara eitt smáatriði. Við vorum það lengi á staðnum og það var mikil dæling í gangi að við vorum að verða olíulausir með bílana okkar áður en að við náðum að slökkva. Þetta standaði þarna rannsóknarlöggan og lögregluþjónn upp á kantinum, horfaði yfir eldinn. Þetta er mætingin sem við fengum í útkalli, 31 maður. Þetta er á sumartíma hjá okkur. Alltaf einhverjir sem náttúrulega í sínum sumarfríi ekki á landinu eða út á landi. Þannig að ég held að allir tiltækir menn sem voru í bænum mættu á staðinn. Hérna förum við aðeins í lagnirnar á einum bíl. Við fórum með þennan bíl hérna inn á milli húsuna, þessa óbyggða hús og þetta er gámaverkstæði hérna og vekkur hérna á milli og við vorum með 3 byssur hérna sem við sprautuðum yfir hauginn. Þarna á þessum stað, eins og ég talaði að þá notuðum við mikið magn af froðu til þess að reyna að slökkva í dekkjunum. Við höfðum ekki tiltölulega miklar áhyggjur af hvert froðu eða slökkvuvatni fór. Við vissum það að fór að megnum til niður í yfirföllinu og síðan út í sjó. Við sáum allavega enga froðuísur í fiskbúðunum skömmu síðar. En að sjálfsögðu er þetta mikið mengandi slökkvuvatn sem kemur frá svona bruna. Mjög mikið mengandi. Og þarna til dæmis, ef einhvern tímann hefði átt að bruna hana svæði sem var með þessa áhættu, þá hefði átt að vera hana gildrur sem tækju við slökkvuvatn og öðrum óþverra sem fer niður á svona svæði. Það hefði þýtt líka hjá okkur að við hefðum þurft að vera með standby dælubíla til þess að sjúga upp úr þeim gildrum, af því við notum það mikið slökkvuvatn að ég hugsa að það hefði nú ekki verið byggðar gildrur sem tækju við einhverju milljónum lítra af vatni þarna undir. En þetta er allt eitthvað sem man þarf að huga að þegar það er verið að hanna svona svæði. Þá þarf að hugsa þau alla leið. Og umhverfisþátturinn er alltaf að verða stærri og stærri í okkar samfélagi og
þó ég viti nú að froðuframleiðendur alls staðar í heiminum eru að keppast við núna að framleiða miklu vistvænni froðu heldur en nokkurn tímann áður. Og froðukerfin að verða þannig að við erum farin að geta nota miklu minni prósentu blöndu af froðu inn á kerfin heldur en við gerðum með betri froðuvökum þá hjálpast það allt til. En það bara í sumum tilfellum sem við verðum að fá að nota eitthvað slökkviefni sem slekkur vegna þess að þarna verðum við að vega og meta og eigum að leyfa þess að brenna þangað til það brennur upp. Það alveg eins og í olíueldum, það þarf oft að vega og meta hvenær á að hefja slökkvistarf með froðu eftir komið næga froðu á staðinn til þess að ráða við eldinn eða eigum við bara að sjá kælingu á næstu tönkum eða næstu svæðum. Hérna í þessum bruna þótti þetta mikil sjónmengun og það náttúrulega dálkarnir í blöðunum voru miklu stærri eins og Guðmundur kom inn á fréttirnar þetta daginn eftir. Og það sem gagnrýnt náttúrulega það sem fólk sér. Það vill ekki sjá svona reykjabólstra yfir borginni sinni. Það hugsar ekkert það hvað fer í raun og veru í það að slökkva til þess að þessi reykjabólstri fari og hvað verður síðan eiturefnin sem afurðina sem kemur af þeim bruna. Síðan er ég að sýna hérna í raun og veru hvernig við fengum síðan við vorum að safna nægilega mikilli froðu til okkur á svæðið áður en við byrjuðum að nota hana til þess að slökkva eldinn. Þá fengum við flugvallabílinn hérna inn á svæðið með sínum byssum og það starfið gekk alveg ágætlega eftir að þeir komu á staðinn og við gátum bara fætt inn í þá ásamt lausu stúdunum okkar. Og þið sjáum þarna áætluð vatnsnotkun á svæðinu. Þetta eru upplýsingar sem við fengum meðal annars frá Orkuveitunni og síðan bara af okkar útreikningum hvað við vorum að dæla upp úr sjó. En þetta voru cirka á bilinu 4,5 til 5 milljónir lítra af slökkvuvatni sem við vorum að nota. Það allt nokkuð. Og 4700 lítrar af froðu, 3% blandaðri froðu. Þannig að mengunin hefur verið töluverð þarna, þó að hún hafi ekki verið mæld. Við kölluðum út umhverfisstofnun og þeirra fulltrúa heilbrigðiseftirliti hjá okkur og þeir voru að taka einhver sýni á svæðinu. Voru þá aðalega að leita eftir einhverjum öðrum efnum eða hefði leynst einhvers staðar sýra eða eitthvað slíkt sem hefði lent þarna inn í þessum haug. Hvort það væri eitthvað slíkt að koma frá. En þeir höfðu þarna á þessum tíma ekki miklar áhyggjur af slökkvuvatninu, hvers konar samsetning var á því. En eftir á hyggja þá hefðu við verið ansi forvitnir sjálfur að sjá og heyra hvernig sú samsetning hefði verið. Nú, ég ætla bara aðeins að sýna ykkur blað hérna, af því að Óskar og félagar ætla líka aðeins að ræða skýrslu sem þeir gerðu í kjölfarið á þessum bruna. Bara að sýna ykkur hvað fór í gang þarna í þessum bruna. Við vorum alltaf búin að læra af fyrri brunum og eins og þið munið þegar 2004 brunum þá þurftu að fara í rýmingu á ákveðnum svæðum. Þarna var komin í samhæfingarstöðin í Skógarhlíð var virkjuð og þeir voru farnir á fullt í að undirbúa það ef að við hefðum þurft að rýma stærri svæði á höfuðborgarsvæðinu. Og það gríðarlegur mannskapur sem kemur að því, bæði skipulagningu og annað, það frá fjarskiptamiðstöðinni, frá okkur, frá Rauða krossinum, Slysavarnafélaginu, lögreglustjóranum og strætó, rútubílafyrirtækjum og fleiri sem þarf að hafa samband við og gíra inn á það að hugsanlega þurfa að fara í rýmingu. Hérna sjáum við í raun og veru áætlun SSG það hvernig þeir voru að mónitora veðurspána, hvaða skilaboð þyrfti að komast til almennings, hvernig reykurinn var að hegða sig, hugsanlega rýmingu og svo framvegis.
Ég veit ekki, Bjarni, sástu þetta í Borgarnesi? Þetta? Já. Nei, ég sá skeifuna. Þú sá skeifuna? Og ég held að eitthvað er gert fyrir Jóni, hringdi í hann. Já. Við sáum Mýrabrunnan í bænum, þannig að... Já, hann fannst með 180 mílur á hálf. Svo vera. En þið sjáu það, þetta er mikið og gott ský. Og hérna erum við að bera saman í raun og veru 2004 og 2011. 2004 þá þurftum við að rýma. Þetta er þarna bara rétt yfir miðnætti sem að rýming hófst. Og við mjög erfiðar aðstæður. Hérna á Klessveginu, þið sjáu bara hvernig þetta er bara reykur hérna sem þið sjáu í ljósvana frá ljósastörunum. Það voru svona aðeins erfiðari aðstæður 2004. Það var leiðinda veður, það var miklu stærri haugur sem var að brenna þá og blanda af alls konar drasli. Kom ekki upp neginn svona alvöru umræða að flytja það þá? Jú. Það kom mjög almenn umræður um það. Alvöru, sagði ég. Alvöru? Já. Jú, það kom alvöru umræður um það, en það náði aldrei alla leið í gegn. Hérna sjáu þið fjöldahjálparstöð sem var opnuð, Rauði krossinn opnaði, sem tók við þessu fólki sem þurfti að fara úr húsnæðinu. Og við hugsuðum til þess með hryllingi ef við hefðum þurft að fara í rýmingu á DAS. Það er bara, það er verkefni sem hefði verið allnokkuð. Og þið sjáuð í raun og veru hérna frá Hringrás að þetta er ekki nema 394 metra hérna upp að Dvalarherninu. Annar spítali hérna, Klessspítalinn, einhver kílómetri frá. Og síðan vöruhótel sem er að afgreiða matinn sem fer í búðina sem við borðum, er hérna í 180 metra fjarlægð. Og þessi vöruhótel sem eru þarna niður á bakkann. Þannig að þessi áhætta er ekkert voðalega frýnileg að okkar mati. Og eins og slökkviliðsstjóri hefur margoft sagt að það er umhugsunarefni allavega þrátt fyrir ítrekað eftirlit að þar sem að starfsemin er alltaf, en maður má ekki svona nota orðið alltaf, mjög oft með allt og mikið magn inn á sínu svæði, það hlýtur að vera bara á vitlausum stað og á allt og litlu stað. Ég ætla að þakka fyrir mig. Spurningar kannski tengjast líka þegar Bjarni Óskar er búinn að fara yfir sitt. Ég sé að það er lítill tími eftir. Já, þeir bara tala hrætt. Þakka þér kærlega fyrir. Já, lítill. Og ég ætla að leyfa Óskari og Guðna að kynna sig sjálfa. Við skulum halda frá þessari umræðu áhættuna og það sem tengist Hringrás og hérna, þeir kynna sig og ég gera ráð fyrir að þeir vilja alveg eins fá spurningar jafn út.